Í Hljómahöllinni þann 7. mars 2021 var opnuð sýning á hluta safns Jóns K.R. Ólafssonar á Bíldudal. En er Jón búinn að skoða nýju uppsetninguna? Já, ég er búinn að skoða hana svona pínulítið á hlaupum sér til en ég er búinn að renna yfir hana augunum svona í stórum dráttum og þetta er alveg glæsilegt sko og ég menna hluti sem að ég var bara mjög umbúðum heima hjá mér, búinn að vera með það í 10 ár. Ég hef aldrei séð þessar hluti sem við voru gefnir fyrir núna. Þeir voru bara umbúðum á Bíldudal og ég gat ekkert gert því að húsið var sprungið. Ég skil ekki hvernig fór bíllaus maðurinn að hendast alla Reykjavík aftur á bak og áfram, ýmist labbandi í strætisvögnum, láta ramma inn þetta, ramma inn hitt og fram og tilbaka. Ég skil ekki hvernig ég fór að afkasta allar þessari vinnu, ég skil það ekki. 17. júní 2000 opna ég safnið. Yfirfullt hús af dóti, en það átti að bætast mikið við eftir það. Það er skrín fullt af skartgripum af landsfrægu þekktu tónlistarfólki á Íslandi. Eins og Hallbjörgu Bjarnadóttir, Elli Vilhjálms, Svanhildi Jakobsdóttir og fleirum. Þetta er mjög dýrmætur hluti sko og ég held að ég fari svona nú þegar að koma því hingað sko því að mér finnst kannski ekki sniðugt að vera með þetta lengur þarna fyrir vestan sko. Já, hann er engin venjulegur maður og hann býr og hefur alla sína ævi búið við Arnarfjörð. Hann fór ekki í menntaskóla, tók ekki bílpróf og hefur aldrei farið á netið. Já. Það sem að gerðist Ingimar að upphaflega voru við náttúrulega allir hérna þeir sem að tókum þátt í fakunum, við vorum náttúrulega hér allt ungir menn og hér var meðal annars maður sem að Hjörtur Guðbjörnsson heitir og hann kom að máli við okkur hvort við ættum að gera eitthvað í þessu að stofna hljómsveit. Þegar við fórum að byrja að vinna og fórum að koma fram og þá bara eins og gengur þá bara jókst þetta dæmi og við urðum bara mjög vinsælir sko, vorum meira að segja sko og það var komið til það við vorum eldir meira að segja. Þá komum við til það sko. Þá gerist það að það er ákveðið að við getum komist á plötusamning hjá Eskifjörðsplötum og það er 4. lagplata. Og þetta var vorið 1969. En þá skeður það að þessi maður sem er að tala við þig núna, Jón K.R., hann var bara 29 ára kallgerið. Og ég held að ekki liðið Ingimar nema mánuður þangað til að ég náttúrulega sá fram á það að þetta voru hluti sem bara gengu ekki upp. Ég bara fór upp og von og ofan í harkið í Reykjavík. Nú síðan náttúrulega stakkaði snjóboltinn og ég kynntist náttúrulega fleira tónlistarfólki og það kom ekki ósjaldan fyrir að það var hringt í mig niður á Borg af Hótel Sögu og ég var spurður hvenær ertu búinn að syngja hérna, klukkan hvað? Og ég var svona fór nú nokkuð nær það. Og þá var spurt, getur komið og sungið svona í hálftíma, klukkutíma upp á Sögu. Þetta var ýmist niður á Mýmisbar eða upp í Sónasal og þetta var vinur minn Ragnar Bjarnason. Og þá fæ ég hringingu frá hljómplötuútgefandinn og Svavari Gests og hann segir, heyrðu, ég var að kynnast lífi hlið á þér og ég kom alltaf algjörlega fjöllum sko. Og segir nú, og hvað er það? Ég var að detta hérna niður á fyrir nokkrum tíma klassískt prógram með þér og ég hef aldrei vitað það að þú syngir klassík og ég hef búinn að spila þetta hérna aftur og bak og áfram
og ég ætla bara að segja að þetta verður gefið út núna. Já, hvað vildi ég vera þegar ég er stór? Fyrst og síðast hefði ég viljað komast til Ítalíu. Verða þar klassískur söngvari og ekkert annað. Ég bjó í Bakkadal, kallinn minn sennilega ég er ekki alveg viss, frá 11 ára aldri þangað til vorið 1954 þegar ég átti að fermast sem og ég gerði, fermdist í Bíldudalskirkju, þá fluttum við inn eftir aftur, ég og foreldrar míns. Mér fannst þetta ekkert sérstakt tímabil að mörgu leyti, Ég meina, það var innan og saman við hérna gott fólk og ekkert út á það setja, en mér fannst þetta einhvern veginn, ég fann mig ekki, En ég man sérstaklega eftir einum kennara hérna sem, ég man ekki eins og hvort hann var 1 vetur eða hvort hann var 2 vetur. Hann var ekki að kallinn, svona dilkur sem að ég myndi segja að hefði verið tekinn og athugaður gaumgæfilega í dag. Það er alveg ljóst, því að hérna, ég var tekinn í einelti í þessum skóla í hans tíð. Það er ljóst þegar ég horfi tilbaka. Ég get alveg sagt þér það, þegar við lentum í því, þessi litlu strákar í gamla daga, og stóru strákarnir tók okkur og lömdu okkur eins og harðfisk til þess einfaldlega að láta okkur fara að grenja. Það fannst þeim flottast og best. Oft í dag, þegar ég hugsa þetta, þá fæ ég bara í mér hrylling, Ég bara hugsa með mér hvernig ósköpun stóð þegar þú gerðir þetta, drengur. Ég bara skil það ekki. Eitt af hinu sérstæðu áhugamálum Jóns K.R. er að láta höggva í grjót. Hann hefur látið reisa fjölda minnisvarða merkismenn og atburði. Eitt minnismerki er einmitt við fossinn Dynjanda, þar sem Jón söng inn í stórmyndina Börn náttúrunnar. Skyldi minningin Jón verða meitluð stein. Arnarfjörður, þú hverjum firði fegri, með þinn fjallarhing og nes og bláu sund. Þínar dætur eru öllum yndislegri, þá dreymir þína syni hverja stund. Þegar sumarnóttin sveipar dali þína, við þín sæta skógarilm og fossanið, skal ég segja þér mína dýru drauma, duldu sorgir, skýjaborgir. Við þitt hjarta ég geymi gæfu mína, gleði mína finn ég aftur barm þín við. Varpaðu frá þér vetrar kvíða vossi finnst þér. Í veröld sem var honum torskilin og veröld sem skildi ekki hann, fann Jón K.R. Ólafsson listina, og þá helst tónlistina, sem myndaði hjúp líf hans, eins konar kúlu, þar sem Jón K.R. var frjáls. Frjálsins og fuglinn floginn næstum ég gæti, mér ekkert til ama, flest nú eigur mér kæti, allsæll ég því orðin ekki kann ég mér læti. Ég frjáls, förum út til að fagna, lyftum freyðandi skálum, gleð og ánægju aukum öllum leiðindum kálum, en þó alltaf hrópum þegar einhvern við skálum. Ég frjáls,
ég er frjáls.